Við erum stödd hér á Hótel Natura með nýkrýndan knapa ársins og kynbótaknapa ársins. Árni Björn, innilega til hamingju. Kæra þakkir. Þetta er svolítið skrítið af því að þú ert að fá velum fyrir eitthvað sem þú gerðir í sumar, þannig að þetta er svona svolítið langt frá kannski mómentinu, en getur þú lýst því fyrir þeim sem hafa aldrei unnið eitthvað svona velun, hvernig tilfinning er að taka við þessu í dag? Já, þetta er þetta langt liði en já, þetta rifjar svona upp fyrir manni þegar maður fer að hugsa þetta, en ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu beint en jú, þetta er alltaf gaman að uppskera það gengur vel og já, einhvern veginn, maður stefnir alltaf að gera það sem maður getur og laun erfiðisins er alltaf gaman að taka við Ég held að það sé öllum ljóst að 2021 var mjög gott ár hjá þér. Þú áttir margar frábærar sýningar og ert gríðarlega fjölhæfur, en hvað myndirðu segja standi upp úr fyrir þig á þessu ári? Stórt spurt. Ég myndi segja forkeppnin í tölti á Reykjavíkurmótinu á Ljúf. Ég myndi segja að það væri sem stæði svona mest upp úr fyrir mig að upplifa og já, ég myndi segja að það sé svona kannski bara 1-2 atriði sem myndi vilja gera þar öðruvísi. Ég er ekki búinn með það dæmi, ég ætla að gera meira þar og svo er alltaf gaman að vera Íslandsmeistari í tölti. Það er einhvern veginn bara mér finnst það að vera svona titill sem að mig langar alltaf að ná. Að ég bara hef svo mikið áhuga á töltkeppninni og hef alltaf haft það bara í mörg ár. Svo náttúrulega kynbótabrautin og ræktunarstarfið mjög skemmtilegt og allar þessar hryssur sem ég var að sýna í sumar eins og Frigg frá Hólshúsum og Katla og Valdís og það eru fullt af toppgæðingum í þessu. Þannig að það er svo margt sem er hægt að draga fram en 9.20 í tölti í forkeppni myndi ég segja væri númer 1. Er það besta forkeppni sem þú hefur riðið svona að þínu mati? Já, alveg klárlega. Það er engin spurning. Ég held að já, einhvern veginn bara það er ekkit auðvelt að fara yfir 9 í forkeppni. Ég held ekki í neinni grein Maður þarf að hafa náttúrulega bara svo ótrúlega magnaðan hest og mikla þjálfun á bakvið, bæði með sjálfan sig og hestinn. Og bara vera faglega sterkur og með hausinn í lagi. Það er náttúrulega mjög fyrirferðarmikið á árinu hjá þér yfirleitt þessar kynbótasýningar og eins og kom fram hérna áðan 81 sýning að ég held. Það er eitt að gera þetta einu sinni og gera það vel eða með 4 hesta eða eitthvað. Hvernig nær maður að ná svona árangri með hvert og eitt hross þegar þetta er orðið svona óðbúslegur fjöldi? Er þetta ekkert erfitt? Jú, auðvitað er þetta mikil vinna en ég bara er náttúrulega býð svo vel að Silvía mín hjálpa mér svo mikið með þetta allt, skipulagning á þessu og þjálfa hrossin og allt sé bara á réttum stað á réttum tíma. Þannig að það er ekki eins og ég sé einn að gera þetta þó svo ég sé á brautinni og sé svona fyrirferðar meiri fyrir framan dómskúrun eða myndavélarnar. Þannig að það er já henni svo mikið að þakka í þessu. Frétti það núna hérna hjá tengdaföðinu rétt áðan að þið voruð að moka skurði í morgun bara svona þannig að fólk átti sig á því að menn eru greinilega bara á jörðinni. Það er ýmislegt sem fellur til sem maður sér kannski ekki í því að vera hestamaður allan ársins hring. Þetta er gríðarlega mikil erfið og annað. Er þetta alltaf þess virði og er áhuginn alltaf jafn mikill? Já, einhvern veginn er þetta svona, já það er mikið af verkum sem að falla til í kringum þetta að vera náttúrulega með rekstur og vera með stóra tamningarstöð og þjálfa hesta og það er fullt af verkum sem að fellur til en einhvern veginn, já, áhuginn er bara endalaus fyrir þessu einhvern veginn og reyna að vera betri í bara að bæta sig stöðugt. Það er einhvern veginn svona drifið í þessu. Hvað ertu farin að hugsa svona mest spennandi á næsta ári? Það náttúrulega verður stórkostlegt mót á næsta ári á Hellu, landsmót. Það hefur ekki verið í 4 ár, við náttúrulega gátum ekki haldið mótið. Þannig að ég held, maður finnur það er mikið stemming fyrir þessu móti og ég get trú að þetta yrði flugeldasýning. Ein svona alveg klassíska lokun sem ég held að skipti samt máli. Svona yngri knappar sem að væntanlega fylgjast mikið með þér, hvaða skilaboð hefur til þeirra? Ég er náttúrulega með mörg skilaboð en það er kannski of langt að fara yfir það hérna en
og þetta eru svona nokkur atriði sem þú þarft að hafa í huga. Það geta margir haldið á þessu hérna og munu ætla sér að gera það. En til þess þá þarft að vera reglusamur og vinnusamur og duglegur, ósérhlífinn. Þetta eru ótrúlega mörg atriði sem að koma saman, skilur til þess að gera þetta að veruleika. En ég held bara, já, ástundun, bera virðingu fyrir hestinum, númer 1, 2 og 3. Og hérna, já, elja og bara, já, þetta eru svo margir hlutir en ég bara, þú verður að hafa trú á sjálfum þér. Ef þú hefur það, þá getur þetta. Ég held að það séu ansi flott lokaorð, innilega til hamingju með þennan árangur, Árni Björn. Kærar þakkir.